Ég hef náttúrulega alltaf verið svona eins og sagt handóð. Já. Og haft rosalega þörf fyrir, þú veist, þegar ég sá það, ég prófa þetta. Ég verð að, þú veist, og svo fer ég og geri hlutina, en svona rauði þráðurinn alltaf prjón. Já. Og svona hekl inn á milli. Já. Og þetta eitthvað sem ég, þú veist, ég prjónaði mig gegnum menntaskóla, þú veist, ég prjónaði mig gegnum háskólan, þú veist, það var í einu fagi í menntaskóla sem átti ekki setja prjóna. Já, annars þá situr í tímum. Já, og fólk var að stríða mér, ég var að glósa sko í bandið og örugglega var ég að því sko. Já. Og þú veist hvernig maður kannski tekur upp eitthvað mér og þá hugsa ég, já, þá mamma sögðuþráðan var einhver hljóðbók sem maður var að hlusta þegar maður var að prjóna. Já. Þú veist, þannig að svo í háskólanum þá var einhvern tímann talaði með mig einmitt þetta ég væri að glósa sko og hvað stæði nú í þessu og svona sko og þannig þetta var alltaf verið þarna. Já. Og svona innst inni hefur mér kannski alltaf verið að hugsa, þú veist, hvenær get ég farið að hætta að gera aðra hluti og farið bara að gera þetta. Já, ok. Og ef það er ekkert annað sem kallar, þú veist, þá fer ég að prjóna. Já. Og ég get að sé það líka í gegnum tímann, þú veist, ef ég er ekki að prjóna, að þá er eitthvað að. Já. Þú veist, já, þá hefur maður verið bara dapur eða orkulítill. Já. Akkurat. Þú veist bara eitthvað að heima hjá manni eða eitthvað þannig sem er. Þannig þegar ef það dettur niður þessi dampur, þá verður maður á einhverju tímapunkti þess að heyrðu, já, ég get eiginlega að nota þetta bara sem sko merki. Já. Að þegar ég er hætt að hugsa og gera, að þá er ég komin í vanda. Já. En svo náttúrulega kannski komst ég bara svona almennilega í vanda fyrir þannig að vorið 2018. Þá lendi ég sérst í svona bara mjög kröftugri kulnun, einhverfukulnun sem það heitir og var þá, sem sagt, og það hefur áhrif á að maður fær í raun svona færnitap og í mín tilfelli þá, ég gat engan veginn lesið, ég gat ekki fókusera mikið, þú veist, var bara óglatt að ég reyndi að horfa og skildi ekki neitt sko og ég er svona lestrarhestur, þannig að mikil textamannskja, þannig að þetta var mjög skrítið. Og svo var ég algjörlega jafnvægislaus og rosalega orkulaus. Og ég gat kannski tala við fólki svona 5 mínútur í senn og þá þurfti ég bara að fara að sofa. Þannig það var svona, og þá svona eiginlega kannski bara, ég fékk kannski ósk mína, hún rættist kannski, hvernig get ég hægt að gera aðra hluti. Hún rættist kannski svolítið dramatískt og svona öðruvísi en ég hefði ætlað mér. Þannig og þá í raun sko það sem ég gerði að því eitthvað er maður að gera þú veist, maður situr bara og En þú gast prjónað? Sko ég fór að hekla. Það var einhvern veginn það sem ég gat að hekla bara dúllur bara, og þá er ég að tala svona granny square sko, ekki eitthvað flókið og ég var bara með léttlópa og heklunum með 5 sko 5 eða 6 og svo var ég fyrst bara að gera þú veist bara svona gerði eitthvað teppi eða eitthvað ágöngum og svo í því ferli þá svona svolítið byrjar allt í henni bara að búbla eitthvað upp og ég hef nú margsinnis vitnað í hana Jane Fonda þá frábæri manneski sem að sagði einhvern tímann hún sagði you don't break down, you break open þess að maður brotnar ekki niður, maður brotnar upp og ég held að það sé svolítið þannig að þessi skel fer af, þú veist, einhvern veginn lífið og þú veist, hvað er opnast fyrir nýja hluti og ég er bara kjarnast, hvað er það? Já. Þannig að við mín tilfelli, þú veist, þegar ekkert var eftir, þá var þetta og svo svona einhvern veginn og þetta var þetta heklir ég varð svo síðan smám saman, ég satt bara í sófanum og ég var með Netflix í gangi þegar ég var að hlusta og það er náttúrulega eins og oft talað sko, þú veist, prjónvænir þættir sem það ekki að horfa. Já, einmitt. Þú veist, og þannig ég heklaði bara og svo svaf ég og heklaði og svaf og svo fer ég að, þegar maður fer að braggast og mér fannst ég vera svolítið bara, þú veist, að fá heilsuna bara einhvern veginn í gegnum þetta band, sko. Og smám saman þá fór ég náttúrulega að gera flóknari hluti, því ég er þannig. Og svona svipuðum tíma þá var ég svona farin að nota, þú veist, top-down aðferðina, að prjóna ofanfrá og niður. Og mér fannst það vera ákveðin opnum líka að, sko, þegar maður fer af stað og ætlar að búa til peysu, þú veist, þetta, þú veist, 212 lykkjur í ból, eða eitthvað skilur, og þetta margar og auka út og, þú veist, og það er svo erfitt að sjá fyrir einhvern veginn hvar enda ég þegar ég komin hingað.
þú veist, mér finnst það svona, ekki eins svona, hún ekki svona, hvað maður segir, intuitív, svona, hún getur ekki einhvern veginn að sé það fyrir sér í huganum hvert ég að fara. En þegar maður byrjar hína leiðina, þá einhvern veginn flæðir þetta bara dálítið svona, allavega, mér finnst það. Mér finnst hitt. Já, ok. Ég þarf bara að hafa þetta að skrifa fyrir fram að mig ef ég á bara að byrja með einhverja svona, þú veist, eitthvað bólstykki og svo gerist eitthvað. Þannig að, en ég get núna, ég get alveg teiknað í hináttan í dag, en ég þarf að sjá það fyrir mér hinn meginn fram. Og þá svona, allt í einu hugsa, þá svona, þú veist, í gegnum tíðina maður hefur gert alltaf þess að ég vil langar að prjóna kannski, þú veist, ég vil langar hérna bleikapeysu og ég vil hafa hana víða, en ég vil ekki hafa hana, þú veist, svo byrjar maður að fletta blöðum, tek þetta héðan og þetta héðan, þú veist, að þá gat ég einhvern veginn bara að byrja, þú veist, bara ég, heyrði, ok, það verður svona vítt hálsmál og svo bara go. Og þannig að þá kostur við þú ert að byrja hérna, þú veist, þú getur mátað þetta. Maður getur mátað og það er stutt að fara tilbaka, og aðalmálið er, þú veist, maður er kannski ekki búinn með einhver milljón tíma af einhverju ból. Þannig að, hérna, já, þannig þá svona, og annað sem var á sama tíma að gerast var að ég var nýkomin með einhverfugreiningu og ég var mikið að lesa svona blogg og það var mikið svona konur, enskumælandi, Ástralía, Bandaríkin sem voru svona fyrstar af stað að tjá sig kannski og svona sem maður fann og sá. Og ein þeirra sem er hætt þessu svona þessum einhverfuaktivisma sem hún var með, að hún færði sig, sko hennar bloggirinn voru breyttist frá því að fjalla einhverfu yfir í fjalla fiðrildi. Já, ok. Hún var sem sagt með svona einhverfublogg og snýr síðan yfir og fekk bara svolítið nóg af því og í hennar tilfelli, hennar svona kannski, hún var svona náttúrulega kannski búin að fara í gegnum svipum mál og ég var að fara í gegnum og hennar lending var svolítið þetta að vera bara í garðinu sínum. Og fór í þetta svona björgunarstarf á lífríki. Og býr þarna einhvers staðar í Louisiana í Bandaríkjunum, mjög heitu svæði og hérna og er sérst að taka náttúruna tilbaka og setja inn sérst að það er alveg heillandi að fylgjast með henni sko. Hún er að setja, þú veist, steina og blóm og illgresi og dótar sem að dregur að sér fiðrildi og púpur og allt þetta. Og síðan náttúrulega póstar hún myndum af því sem gerist, sem er að það verður til fiðrildi. Og þetta einhvern veginn fer alveg inn í hjartað á mér og ekki síst sko myndirnar af bara fiðrildavængjum. Og það verður svona einhver bara della sem ég dett inn í, að stúdera fiðrildavængi. Og svona augljóslega að þá hugsa ég verða að prjóna svona fiðrildi. Þú veist hvernig getur maður og hérna, af því þetta er bara svo. Og ég fæ ofta að heyra sko, þú verður svo fallega liti. Þeir voru svona sko. Þú veist, náttúran bjóð þetta til. Og þannig er svolítið öll mín hönnun að þú veist, það er ekki beint þannig að ég setjast niður og hugsi, ég ætla að hafa punkt á strik, heldur ég er með eitthvað í huga, ég sé eitthvað fallegan vegg eða foss eða eitthvað og ég er raun og veru svolítið að teikna hann. Og það er raun og veru alltaf þannig, ég get alveg skrifað fullt, ég get ekki samið, ég get sagt frá. Þú veist, þannig er svolítið mín tjáning, ég get tekið hluti og sett á í búning. Og þarna tók ég fyrir þess að og ég er nú með hérna, með sko, einhvers staðar í þessu bókfórti er eitt verkefni. Þessi peysa hefur ekki notið þeirrar athygli sem ég hefði viljað. Hún er ofboðslega falleg. Þetta hér er munstur af fiðrildavængjum. Þeir heita Blue Tiger og eru svolítið svona púðurblá litað og þess vegna tók ég hérna svona móher sem gefur svona pínu, tvöfalt móher sem gefur svona þétt en samt svona einhvern veginn, mjúkt og svona púður áferð á því og bólurinn á fiðrildinu er svona ofboðslega doppóttur. Svona hausinn og bólurinn er svona bara alveg, þannig að hérna, þetta er svona ein af þessum. Svo sem hefur kannski verið mest prjónuð, það er hérna Flutterbæ, það er Monarch fiðrildið sem er svona appelsínugult og þá er vængurinn svolítið stærri. Það fiðrildi, og svo gaman að því að þessi fiðrildaeffekt, fiðrildaáhrifin, við þekkjum þau nú,
að ef eitthvað hreyfist einhvers staðar í heiminum og þá verður hreyfing annars staðar. Í þessu tilfelli var það náttúrulega þannig að þessi kona, Janine Carey, hún fer að rækta og mynda fiðrildi. Ég fer að prjóna þau. Þriðja einhverja konan kemur síðan til að mynda. Þannig að þessar fiðrildamyndir fara frá myndavél konunnar í Bandaríkjunum hingað gegnum mín augu og svo Eva Ágústa sem að myndar fyrir mig, hún líka einhver. Þannig að það konar 3 þar. Og svo nýlega þá vaknaði einhvern morguninn og hugsaði að nú búið að hakka Instagramið mitt eða eitthvað því að það var bara rosa aksjón í Chile. Og þá prjóna svona áhrifavaldur þar sem að prjónaði sér Flutterby-peysu. Hún enn í dag, ég sé alltaf bara að nú með námskeið, þá koma bara like og sölutölur frá Chile. Þannig að það hefur allavega fallið í kramið þar. Og þau eru á flugi ennþá. Þetta að gerast svona, við erum að tala 2019. Eitthvað svolítið hugsa ég. Og þú gefur þá þessa uppskrift út þá? Já, þessi heitir Madame Butterfly því hún svo pen. Hún með mitti. Hún svona svolítið 50s svona, amma mín hefði getið verið í þessu sniði. Já, svona í sniðinu. Og svo með svona corrugated, það er svona dúllur og rosa skemmtileg details. Til dæmis I-cord sem tvílitur þannig að hann stenst á við. Og það er náttúrulega eitthvað sem ég hef ég má segja bara alveg svo ég hef kannfyllt. Hef gert fullt. Akkurat. Að þá svona kannski ef ég væri bara í því að reyna að selja mjög margar uppskriftir þá var ég kannski að gera eins einfaldari hluti. En þetta er eitthvað svona sem ég fæ algjört kikk út úr að geta látið affellinguna standast á við. Sem alveg frábært, þess að maður sér ekki að þetta sé. Nei. En þú ert með I-cord allar hringinn og hann gerður tvílitur til þess að mæta þessu strófi. Þannig að hún rosa sparilega, svona þú veist, ef það að syngja í messu eða eitthvað þá fer ég þetta. Akkurat. En hélstu svo áfram með fyrirtin eða? Já, þau eru nokkur þau eru það getur alveg komið fleiri. Það er eitt íslenskt náttúrulega, mölurinn. Mölflugan okkar góða. Ég er ekki með það með mér heldur. Og það var svolítið skemmtilegt að þeim þessi útlensku fiðrildi, þau eru bara hvert öðru litríkara og flottara risa stór og fiðrildi Og svo vorum við vorum að þrífa hús á Ísafirði sem maður mér var að selja og vorum að koma út og það var inn í innsta horni var eitt lítið svona dáið náttúrulega svona íslenskt fiðrildi og lítur náttúrulega út eins og ekki neitt og var bara svona pínlítið en þegar maður fer að kíkja nær þá er alveg svaka munstur en það er sauðalit og mér finnst það eitthvað svo auðvitað íslensk fiðrildi í sauðalitunum bara, þú veist, en ekki hvað þannig ég tók það munstur og bara svona stækkaði það allverulega þannig það er alveg svona berustykki það heitir náttúrulega, það heitir mölur af því að þú veist við okkar fiðrildi þau eru meira þetta moth það heitir samt ekki, þetta er ekki mölur en þau eru svona með feitari ból og svona öðruvísi og svo gerði ég svona riðlitan þú veist, aðaliturinn hann er svona rústrauður eða þannig að því mér fannst svona mölur og rið og ég er svolítið svona orðanörd líka og hann er svaka og hefur svona hann er alveg farið að fluga innanlands og þar notaði ég fannst mér ég verið að taka þetta er handlitað við erum að tala um Vatnsnes ég hef mikið unnið með mér finnst bara við þessi svona náttúrumunstur þá bara er þessi handlitun hún á svo heima það að hafa þessi blæbrigði og mér finnst bara svo gott að vinna með þetta líka og gaman að vera að nota eitthvað svona meira svona sköpun í en þá fannst mér ég þurfa að nota einhvern lopa og þá tók ég bara einfaldan plötulopa og setti móher með þannig þá hefur þessu svona mýkt líka í svolítið eins og þú veist þegar þú tekur fiðrildi þá verður alltaf svona duft sem situr á puttunum Já, en það var svona þarna svona byrjaði þetta í raun fiðrildapakkin er alveg svona
hann verður alltaf þarna. Já, algjörlega. Þú rekst á eitthvað fallegt og sem heitlar þig og já, það er alveg risamapp á Pinterest sko með fyrildum, það er bara og ég hvet fólk til að skoða því þetta sko að þú ert í vandræði með litasamsetningar þá er þetta mjög góð stað að leita sko náttúran hefur einhverja leið til að púsla saman því sem á heima saman sko. Það er nefnilega líka svo gaman eins og þetta horfa á þú veist fyririldavængi og eins og þú veist að segja það er líka bara eins og niður í skóla þú veist þau eru að gera svona vinaband og þú veist þau velja sér litir og ég alveg já, þetta eru flotti litir saman skilur þú veist eitthvað, þú veist að maður er svo fastur einhvern veginn í sínu eða þú veist hvaða litir að passa saman og allt þetta en þarna var ég að þú veist ég stundum bara geymdi þú veist hérna afganga bara muni eftir þessi svona 5 þessir litir eru flottir og eitthvað sko það var til eitthvað sem heitir sko litaþeóría og eitthvað svona þú veist ég voru mikið bara einhvern veginn á tilfinningunni andstæðir litir náttúrulega eru vinir blátt og gult og eitthvað svona að fara alltaf vel saman og þú veist það er hægt að stúdera þetta náið sko svo líka hægt að bara og það finnst mér líka svolítið gaman að sjá að þú veist alveg eins og ég sagði áðan sko þegar ég áður þú veist þá tekur maður þetta og þessu munstur og þetta og hinn og maður alltaf að breyta svo ég var svo hissa þegar fólk tók mínu og þetta gerði bara eitthvað allt annað við hann ég bara af hverju hvað er þetta að gera en svo það er svo skemmtilegt að sjá sko því ég og vinnan hefur svolítið verið hjá mér að ég bara hugsa ok hvað er til og ég sko á þessum tíma ég gat þú veist það versta sem ég geri er að keyra mér finnst bara umulega það er bara einhvern veginn veikindin fóru þannig í mig að ég keyri helst ekki og þannig ég var bara og svo agalega lukkulega á svipuðum tíma og opnaði Garðbúð Eddu bara í næsta nágrenni við mig þannig ég hef notið þess mjög að geta bara rölt og mér finnst þetta eins og að fara svona í svona aromatherapí að koma að neina bara allir litirnir sko. Sjá alla litina ég var í bæjarstjórn og Hafnarfjarðar lengi og fundur hana beint á móti og þegar búið að vera leiðilegu fundur að fyrir bara yfir ég er að jafna með hana þess að horfa litina og koma við og bara hvað er þetta þannig ég ferli var mjög oft þannig að ég ok þetta svo ég búin að teikna þú veist munstrið og þá var bara rölt niður eftir þess að áttu svona bleikan lit og svo einhvern veginn þannig ég svolítið að byrja þar alltaf og svo fer þetta eitthvað alltaf rátt þannig að en auðvitað það bara gaman að sjá þú veist eitthvað fjölbreytileika og líka þegar fólk fyrir bara eitthvað mjög líkt þú veist ég er oft svolítið ég er litrík sko er þið ekki að kíkja á eitthvað meira úr ferðartöskunni? Jú, gerum það hvað skal gera ég er að hugsa við tökum vænginn á eftir þessi hér sko hér eru við með dæmi aftur það sama að ég sé eitthvað og hugsa að ég þarf að gera svona þessi er eiginlega númer 2 í svona semi-seríu hinn er ekki komin út ég er búin að prjóna 2 kaffihús þetta er Hendur í Höfn sem var í Þorlákshöfn og lokar hitt er Simba kaffi á Þingeyri ef það hefur komið þangað og skilur hvað ég er að meina því það er svona gömul innrétting í svona timburhúsi panelar og skúffur með svona hnúðum og svona og það er bara allt grænt einhvern veginn og hvítt og þannig ég er búin að prjóna Simba kaffi og ég á bara eftir að gefa hann út en þetta er Hendur í Höfn og þeir sem hafa komið þangað inn muna kannski að staðurinn var skreyttur með hekluðum dúllum á veggjunum að þau tóku sem sagt raunverulega heklaða dúka ég var að spyrja hvernig gerði þetta og tóku þau bara og bara dýfðu honum í málingu og svo bara héldu þau og bara stensluðu á bæði á borðinu og á veggina og þetta er sem sagt prjónuð útgáfa af heklaðri dúllu þannig það er sem sagt fyrsta að byrjustykkið er með þessu merki og svo erum við með bara restina þetta er náttúrulega hentugt sko við framreiðslustörf, það er ekki síðan ermar að hún er bara
flúrið bara mikið og það var svolítið því, og þannig var náttúrulega bara, og bakkels hennar Dagný og ég sem heitir Dagný, eftir konu Dagný Magnúsdóttur sem rak staðinn. Náttúrulega listakokkur, algjörlega, sko lista. Bara þú fær ekki eitthvað kökusneið sem var ekki með einhverjum handgerðum bleikum blómum með einhverju, sko, þannig að þú veist, svona svona púður silfruðum perlum og einhverju svona bara alltaf eitthvað, þannig að ég setti, þetta munstur venjulega gert með sko sama lit, en þá setti ég annað band, sem sagt, og Já, þú meinar að það sé ekki sko... Já, oftast þetta sami litur. Bara sami litur, grunnliturinn og svo munstur, já. Það þarf pínu aðlögun sko, til þess að bandið þannig að það liggi rétt. Já. En og svo bara gatamunstur og rendur og götuhólur og dúlleri og dótari. Og þetta er einband frá henni Hildi í Annríki. Já. Ég fór einhvern tímann, ég hef nýbúin að sveima mitt sko, kyrtil hjá henni. Okay. Hún fer alltaf, núna, sem sagt, í lok hvers sumars þá fer hún út í garð að lita. Hún litar bandið sem notað til að sauma í fallbúningana. Já. Og að því hún svo nýtin að þá tekur hún alltaf bara svona aðra ull og skullar í pottan til að nota litin. Þannig hún á alltaf eitthvað til af bæði svona léttlópa og einbandi. Og ég fékk bara svolítið frjálsar hendur að leika mig með það. Og hún er rosalega létt og fín. Þetta er algjör fyrst, já. Og hún, sem sagt, ég var enga stund svo sem þannig lagað að þessu, en það er svakalegt verk að skrifa þetta niður. Já. Og bara sko trúa því að það er svo mikið að gerast alltaf fyrst. Ég held eins og þegar fólk að tala þú veist, maður sér stundum umræði sko hvað það ætlast til einhver pröfuprjóni fyrir einhver frítt og þeir sem nú að selja uppskriftirnar hægri og vinstri og maður svo byrju, ég sel kannski hvað ætli ég sé búin að selja innan við 10 uppskriftir af þessa, þú skall stykki. En þú veist ekki hvað fólk með ekki klukkutímar bara í að skrifa orðin bara lýsinguna, hvernig og teikna þetta, handteikna þetta í tölvunni sko út af því að þetta er ekki til. Þannig að það þarf alveg vilja til að gera svo hluti og þetta er sko ekki hagnaðarskyni, getur við sagt. En og svo núna þá fór ég að hugsa, mér var svo starsýnt á marga bláa liti í hillu og þeir eru bara eitthvað svo djúsi, þá er svona marga tóna bláa. Í hillu hjá þér? Nei, inn í æsverkabúðinni. Já. Og þar var allt inni í ýmsum útgáfum þar svona margir bláir tónar. Og ég var svo hvað get ég gert við það? Og þá kom svona, þetta er svona svolítið svona eins og hollenska postulíni, delft, þú veist, eða bara bollastell. Og maður fær svona þá, svona tilfinningu helst að fara á skútu til að vera í þessari. En þannig þá ertu komið bara bómull og ég prjóna nú sjaldan úr bómull og nei, það er ekki það sem maður gerir oft. Það er svona sumar- og vetrarhúð. Og gaman að sjá hvað ólíkt efnisval og litir getur haft mikil áhrif. Að standa alveg hvor fyrir sína. Þetta er svona peysa sem ég stoppuð sko í IKEA og stoppuð í þessari hinni búðinu fyrir ekki, má ég koma við, má ég taka mynd og hvað gerðirðu? Þú veist alveg þannig að ég verð nú eiginlega að skrifa. Já, einmitt. Þannig ef mér vantar niðurdregin vantar athygli þá fengi ég peysuna fyrir IKEA. Þá farið klapp á bakið og svona. Getur snúið við þess að ég megi taka mynd, bara einmitt. Þetta er svona eins og svona leynifélag sem við þekkjum hvert annað sko þegar við hittumst. Einhverju útsölu í útvistabúði, bara heyrðu, hvað er þess peysa? En finnst þér það ekki, talandi um það, finnst þér ekki gaman þegar þú varst að hitta mínar peysur? Þínar peysur bara út á götu eða einhver staðar? Jú, þetta er bara, það er alveg sérstök tilfinning sko og þó ég svo búin að vera að gera þetta í 5 ár sko, þú veist, þá er þetta ekki eitthvað
slóðu gegn á einni nóttu, sko. Nei. En það rosa gaman og maður kemur inn, fór þarna síðasta handverk og hönnun í Ráðhúsinu og svona horfið við salinn og bara og kona í mýþrílpeysunni frá mér hérna. Ég bara, vei, það eitthvað svo bara að selja, þú veist. En heyrðu? Já, kannski, sko, þessi æði. Þetta svona ein af þessum náttúruvængja verkefnum. Hér, og þetta nákvæmlega það, ég fer bara í búð og segja áttu svona grænt. Fuglamyndir. Það var búin fiðrildin, það var með fuglana. Þetta hinn ástsæli starri sem að þegar að gáð þá hann með svona brodda neðst á hverjum fjöður, þá svona oddur í ólíkum litum. Margir eru svolítið lillaðir. Sko við náttúrulega, sko, þú þarft eiginlega að hafa þeirra sjón til að sjá þetta. Við sjáum bara brúna einhvern veginn. Og svo þegar þeir fara, og náttúrulega aðalega í öðrum löndum sem það sést, þar sem þeir fljúa í þessu svona murmuration, þegar þeir fara í ljósaskiptum og fljúa í svona flokkum. Og það hér. Hérna eftir með flugið, flekkirnir, og þeir eru hér á flugi, og síðan erum við með svona fjaðrirnar á bolnum og þetta svona yst á vængjónum og stélinu, þá koma svona langir löng strik. Þannig þetta, hún heitir Starling og já, þetta svona kannski fyrir næsta haustverkefni. Hún svolítið þykk til að gaf hana út núna bara akkurat í vor, sko. Og það kannski ekki beint svona sumarverkefni. En hún alveg, þessi getur verið bæði náttúrulega bara við sko, svart pils og svaka sparaleg eða þá bara, það þetta útfærðan líka í sko, líka við bara í, færa sig yfir íslenska ull bara og fara að sitja við varðeld. En þegar þú ert að gera þetta, er það hægt að segja, þú veist, kaupa uppskriftina hjá þér og vita hvað, þú veist, ef maður vildi gera, þú veist, nota þá liti sem þú ert að nota. Er það skil? Já, ég, sko, þannig að gefur upp eða, þú veist, já, ég gef það upp. Sko, þetta eintak síðan var hún gefin upp, sérst, ég fór þarna í verkefni með, ég var hönnuð mánaðarins hjá Æsver, nýja búðinni. Og þá var hún gefin út í þeirra garni og það ekki þetta. Nei. En þetta garni úr storkinum og þetta sjoppel það sést nú kannski ekki, en þetta hér það svona olíulitir í svarta litnum sem svolítið eins og starrinn. Þannig það svona bleikur og blár og alls konar í þessu. Ég myndi sjá hérna eina bleika hérna. Já, koma svona doppur. Og síðan þetta eitthvað svona rosa flott silki merino líka eða eitthvað frá Ítalíu, eitthvað hérna fína, sko. Ég var bara að spæla í að því að þú sagði, þú veist, áttu þennan lit? Já, það alltaf þannig í, sko, ég skrifa það alltaf, sko. En svo náttúrulega bara þetta setja þetta í sínum litum og allt það, þá var náttúrulega þín hugmynd. Ég hef alveg reyndar, það talandi sko, þegar ég var að segja áðan að það er skrítið þegar fólk gerir aðra hluti. Og það var líka mjög skrítið, þú veist, einu sinni fekk ég post það sem stóð, sko, nú er ég búin að kaupa uppskriftina og hvað garnið? Að þú veist, sumir vilja bara gera akkurat. Þú veist, hvað nákvæmlega þetta garnið? Og bara, já, hvað er akkurat þangað og það er þarna. Og þannig sumir eru þannig og þá gera þau bara akkurat eins. Þessi hér nú gleði. Sko, þessi þetta kannski kemst næst í að vera svona engin sérstök fyrirmynd. Heldur bara gleði og gaman. Og þú ert að gera þessa í vor, var það ekki? Ég mætti í þessari, ég kláraði að ganga, sko, ég held að ég sé ekki ennþá búin að ganga frá endunum, ég veit það ekki, en ég kláraði bara stroffið, sko, leiðinni og prjónagleiðina í fyrra. 2022. Ok. Og var þá áður búin að gera, sem sagt, útgáfu 1 og 2 og þetta er svo 3. Og ég svona alltaf hálfnuð að byrja að skrifa hana, en fer einhvern veginn aldrei alveg alla leið. Hún
Það er rosa skemmtilegt prjón. Já, þetta svona tuck stitch. Þá gerur þó þetta séu 2 litir, þá er það alltaf bara með einn í einu. Þetta er svona klukkuprjónsvariant. Nú hérna í þessu tilfelli prjónu verið 2 umferðir og svo í 3. umferðinni skiptir lit. Og þessi svona bara upprunalega var hún með ermið cirka hingað. En og þetta var svolítið gaman, ég fekk gefins þennan frá systursyni mínum sem hollendingur. Þetta er liturinn þeirra, oranje. Fána og konungsliturinn þeirra er appelsínugullur. Og hann gaf mér svona kveðjugjöf einu sinni og þá fór hann einmitt og sótti íslenskt handlitagarn í þessum hollenska lit. Og ég sagði hvað á ég eftir að gera við þetta. En svo náttúrulega átti það bara rosalega vel heima hér. Og hefur ratað inn í svona ýmislegt annað líka svona með, eins og í júlkerið. En þetta er svona, kannski reyni ég að skella í pröfuprjón með þessa. Það þarf eiginlega, því það er pínu svona, pínu fiff. Já, akkurat. Einmitt. Það og og önnur sem er í bígerð, það er þessi. Þetta er náttúrulega kommenti sem að færi alveg ekki, vá, hún er litaglöð, þessi er litaglöð, hér er gaman, og ég ætla að gera líka svona, velja líka liti sem eru gráir og beige fyrir þá sem eru á þeirri skoðun, en hafa það þannig séu 6 eða 7 litir sko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, þeir eru 8. Að vera með einhverja blæbrigði þannig. En ég veist að þessi fari bráðlega í pröfu. Er þessi prjónuð ofanfrá? Já. Og þetta er svona laski sem er sko, hvað er þetta, integrated, eða svo þá kemur hérna ertu auk út í hverju umferð á fram og bak og ekkert með ermalykkjurnar og svo skiptur yfir í að auk út bara ermarnar og ekki bólinn. Og svo í lokin þá gerur við bæði í smástund. Þannig að þú ert að prjóna hringinn. Í hring, já. Og þetta þarf ég að prófa sko. Og svo kemur að því bara með útaukningu og svo les. Sko, auðvelda leiðin væri að fara bara beint hérna niður bara, strik, og fá hérna þennan sama laska á venjulega. En þetta er rosa fallegt og situr svolítið... Er það ekki? Situr svolítið fallega sko, og þá kemur þessi hérna eins og þetta sé ísett ermi. Og það er eiginlega þetta sem að sko, þegar þú, sko, ef þú ert að fara í dag að sækja uppskrift sko, 20, 25, 30 ára aftur í tíman, þá er þetta alltaf eitthvað, þú veist, kliftu upp, saumaðu, gerðu, taktu upp lykkjur og eitthvað. En svona tæknin í dag, og séu þess að hérna hvað samskiptin, sko, þetta lítur út fyrir að vera, en þetta er bara prjónað þér út í eitt, sko. Og þannig maður er bara með eitt munstur í gangi á framstykkinu, svo er bara, og það byrjar alltaf munstri bara miðjustilt, sko, á hverju stykki fyrir sig. Þannig það, þannig er erminn til dæmis, kemur bara svona. Mér finnst þetta bara alveg sko, frábært. Að þú ert að gera þetta í hring en svo kemur þessi skil, ermi, bollur eða þú veist, berast ekki. Já, þetta er svona krisp, það kemur svona skýr skil. Eins og varst að segja, sko, þú veist, eins og hérna, þegar krakkarnir voru litlir, þú veist, það voru allir að bruna norsku peysurnar. Það var bara svona hlussu sauma hérna. Það þurfti bara að sauma, þú veist, hérna í saumavél til þess að opna. Og halda svo niður í sér og bíða þegar það hvort það rakni upp. Já, akkurat. Þannig þá er náttúrulega, sko, þá er ekkert meira að gerast heldur en bara svona. Þú ert ekki með pulsu hérna. Nei, það er ekkert að frétta hér, sko. Þetta er bara einfalt og gott. Þannig að ég hef verið að hugsa, ég þurfti að fara að prófa eitthvað svona, því ég hef ekki prófað þetta. Nei, þetta geti báðar áttir, sko. Og ég hef mitt, þetta svona eitt, og það er nú eitthvað sem situr í manni, sko, eins og ég var að segja svona handóð, sko, þú veist, þegar maður sér eitthvað og segir, hvernig er þetta gert? Þá þarf maður að byrja að rannsaka og já, ok, þetta er gert svona. Kannski finnur maður sér einu uppskrift og horfir á það, eða margt sýnt á YouTube og svona, Instagram. En bara það að láta þetta, og þá kemur líka svona slakki á, við erum náttúrulega ekki svona, hérna þá kemur þessi eðlilegi slakki hérna og hún verður svona þægilega við rýminni. En þetta er einmitt svona talandi sko, nú er ég ekki mikill, ég var á máludeild sko, ég er ekki mikill reiknari
og það var ekki fyrir til 3 eða 4 ár sem ég gerði mér Excel-skjal sko. Þá var bara eins og ég hefði fundið sko einhverja uppsprettulind að geta bara séð hvað að gerast sko. Ég var að reikna þetta allt bara í símanum mínum, þessa stærð og hina stærðina og svo framvegis. Að hér til dæmis, þú veist, þegar maður að vinna með ólíkar stærðir sko, það er pínu hugsun í því sko, að eftir því sem meiri barmur þá gerur kannski meira af þessu hérna niðri sko. Veist, það þarf að vera meiri útbygging, og til þess að, og svo vil ég hafa eins og hérna þá stendst munstrið á sko, að til þess að það geti gerst sem er skemmtilega, að þá getur þú justerað sko með því að bæta við einni hér og þá, þannig þetta er svona pröfuprjóns, það verður að pröfuprjón þetta, til þess að sjá hvort það gengur örugglega upp. Akkurat, í fleiri stærðum og svona. Og ég ger alltaf sko, og það, ég verð náttúrulega að segja fyrst ég hjá þér, að þegar við hittust þarna einmitt, þegar ég var í þessari peysu hérna, þá kemur þú til mín og segir, þú ert uppáhaldsprjónarhönnuður minn, og ég bara, what? Og þá, þú veist, og það sem glæddi mig líka svo rosalega við það var að því sko ég er bara medium og þegar ég er að gera, ég byrja alltaf bara að prjóna peysu á mig, rosa egocentrist sko, og maður sér náttúrulega svolítið, maður þekkir sig, maður veit hvað virkar og svo byrjar maður að reikna og maður er alltaf svona pínu á þess að bara virkar þetta þegar þú ert komin upp í 130-140 sko í brjóstmál, er þetta í lagi hjá mig eða er þetta bara eitthvað fáránlegt, þú veist, þannig að hérna ég var svo alsæl að hitta manneski sem þarf að vinna með þær stærðir sko, og kann að meta. Akkurat. Það var akkurat sko, svo ég hérna, það var einmitt sko, þá varst að sýna, þetta er sem sagt peysan sem var ígulkeri, þá varst að sýna hana og ég alveg heillaðist af henni. Ég sá þetta, þú veist, þegar bara, og einmitt, og sagði það bara, heyrðu, ég er bara, þú veist, þú ert uppáhaldið mitt, af því ég er bara í því að prjóna eftir þig, ef ég prjóna eftir uppskriftum. Og þú bauðst mig þá að pröfuprjóna, sem að ég og gerði. Ég hef aldrei, hvorki fyrst með síðar pröfuprjóna, sko. Og akkurat í þessu tilfelli, og það sem ég hef, sko, það sem ég hef þó allavega, sko, sem svona motto, það er að sko, eins og til dæmis, hérna, að mér finnst ósanngjarnt að þegar þú ert komin upp í 2-3x að þú sért ennþá með sama munsturbekkinn. Það liggur við þessi eins og hálsmenn, þú veist. Meðan ég geng með allt berustykki svaka munstra, sko, að þetta hætti bara hér og sumir hönnuðir eru þannig að það er bara sama röndin, þú veist, og svo bara kemur bara bólur. Og mér finnst það ekki í lagi. Og einmitt líka, sko, þú veist, þá hættir það hér í staðan fyrir að vera, þú veist, þá, þú veist, niður fyrir brjósti eða, þú veist. Og það er svona hlutfallatengt, sko, skeiling. Þannig ég legg mig alltaf fram það að ég bæti inn, og eins og bara í íslensku lóðpeysu, það er oft bara að gera þessu umferð tvisvar og þessar eitthvað. Þannig ég tegi á þessu, sko, og hérna, að því mér finnst það pínu lúalegt að einhvern veginn að, sko, að þú veist, þú horfir á þetta á mér og svo setjum við þetta á þig og þá er þetta bara, þú veist, stopp, sko, svo miklu fyrr. Þannig að í stærri stærnum væri þetta minnstunan yrði svona lengra. Þá myndum við bæta inn, sko, þú veist, svona umferða fyrst. Það tegist það svolítið á langinn, sko. Akkurat. Þannig er til dæmis bara stærrin og fyririldin og allt þetta. En þarna sem þetta kynntjast við eiginlega bara. Það hitti eða þess að ég hérna, hitti þig af því að, svo við höldum áfram með það, að þá frétti ég fyrst að ég gat búið þetta, þá sá ég þessa peysu, prjónaða, hana á svona í rekka, ég bara, mér langar að gera þessa. En ég gerði hann ekki fyrir nokkrum árum seinna, eða þú veist, það var svolítið seinna, og þá hérna gerði ég þessa. Já, þessi heitir eftir hverfinu mínu í Svíþjóð, Ryd. Hérna, skrifur Ryd, sko, en þetta er Ryd. Og hún er upp úr, hérna, þetta er COVID-afurð. Hún er upp úr svona tiltækt í geymslu, þá fann ég svona gamla skólabækur. Og þetta er það sem ég var að teikna þegar ég var krakki þar. Þegar einhver sagði mér litaði í bókina, þá litaði ég í bókina, tók bara litina og litaði í bókina. Og gerði svona punkta. Þannig að hérna, hún á uppruna sem þar. Þannig það er alltaf eins og það er alltaf einhver hérna,
einhver fyrirmynd. Já. Já, jú, ég kom með þessar hérna 2. Sko ég náttúrulega, eins og fram með komið, þá ég einhverf. Partur af því að vera ekki endur alltaf að fylgja straumnum. Já. Maður mörg okkar eru pínum ótrúargjörn. Og ég oft svona þannig, þú veist, ef allir ætla að fara eitthvað verslun með helgina, þá fer ég alls ekki, sko. Þú veist, þannig að þegar kemur svona tíska, og það var svona tíska eitt árið, allir að gera vesti og ég ætla ekki að prjóna vesti. Ég ætla ekki að gera það. En svo var samkeppni þarna í prjónagleðinni. Þessu anskotin, þetta vesti, mér langar ekkert að gera það. Og svo lét ég mig nú hafa það og ég sagði, ég ætla samt að gera eitt vesti. Og þá var ég búin að, og hér erum við með sko útgáfu 2 og 3 af peysu númer 1 er herrapeysan sem ég gerði handa bróður mínu þegar sko þá 2021 þegar hann var fertugur. Þá gerði ég peysu fyrir hann og hún er með þessu munstri sem er þessar rákir. Og og þeirra inspirasjón er svona rákir í fjöru þegar aldan fer út, sko, að það verði eftir svona rákir. Þú sérðu hérna svona. Já, þannig að það eina sem ég á eftir að gefa út er herrapeysan sem er númer 1. En ég gerði útfærslu sem var vesti og það fékk annað sæti í þessu samkeppni. Mér finnst líka svo flott hvað það er vítt, víður handlegur. Já, það er svona eiginlega þetta liggur við, þetta er bara rétt svona að hefta saman hérna, sko. Þetta er úr Gílhaga hérna og það er alveg mýkt hérna, sko, það er ennþá í þessu lanolíni. En ég gerði hana þá í bara... Ertu búin að gefa þessu át? Já, þessu til. Og hún er úr, ég tók náttúrulega bara afganga og það er einmitt úr ryðrauði liturinn úr mjölpeysunni. En hún er upprunalega í sko einföldum plötulopa. Og svo náttúrulega eðlilega þegar maður gerir vesti á sig fólk alltaf ekki að gera svona peysu. Það væri til að gera þetta munstur í peysu. Og síðan og þessi var einmitt partur af hönnuðu mánaðarins í Æsver. Og þarna kemur svona þetta að maður hefur eitthvað hugmynd og svo kemur annar og segir en hvað er, þú veist. Og ég gerði hana, hún er mjög aðsniðin. Hún er bara alveg svona zero, þú veist, ís, þú veist, hún er bara alveg svona og mjög sparileg og það allt saman. Og svo var búið að pröfuprjónana, sko, mín starf nummer 1 eða 2 eitthvað svoleiðis og svo var búið að pröfuprjónana starf 5 og bara skær gula. Og ég máta hana og ég sagði bara, þetta er rosalega flott, það er svona oversize bara og ég hef aldrei, ég kann voða lítið að gera það, setjast niður og gera snið sem er vítt, sko. Ég er bara alltaf svolítið að fylgja útlínunum. En þannig þessi er aðeins millibili, ég held ég að gest þær 3 og aðeins stærri prjónastærð, þannig að hún var svona víð. Svo fannst mér hún, sko, og ég valdi hennan æðislega fallega lit og svo er ég bara svo mikil skræpa að þegar ég var í þessu bara svona að þá var ég alltaf bara svona þannig ég setti smá svona pop. Mér finnst þetta nefnilega æði. Já, að mér vantaði, að því mér fannst, ég var búin að vera sko í þessari innanundir til að ná að fá smá strik, sko. Af þessum appelsínugula. Þannig ég fór bara á þess að ég vantaði svona. Þannig að þú varst búin að ganga frá hálsmánu allir þig og svo ég bara prjónaði upp og gerði nokkra. Þetta átti að verða svona sem rúllast út, sko. En einhvern veginn móheri, ég veit ekki, hvort gerði ég úr stutt eða eitthvað. En mér finnst svona, þetta gerir alveg, þetta er punkturinn yfir í fyrir mig. Algjörlega. Og þetta er, sko, þó að þetta líti svolítið flókið út sem ég er með hérna á borðinu og hef gaman að því að gera dúlleri, þá er þetta ekki flókið. Þessi er til dæmis bara sléttubrauðið og 2 saman og aukudaginn. Þannig að það er og eru endurtekningarnar svona, þú veist, þú ert að fara yfir. Ekki kaðlar, heldur bara útprjón. Og það er svona það er vel útskýrt, sko, það er á bakstykkinu að samskeytin eru hér og á einum tímapunkti þá lappar einn svona angi yfir miðlínuna þá þarf maður að færa prjónamerki. En ég læt fólk setja merkiband, þú veist, prjónaband með, þá sér þetta alveg. Vist það sér alveg? Já, það sér rosa flott.
þessi mjög svona og svona, já, það meira með mig, sko, sumt fellur í kramið, sko. Og ég reynir bara svolítið að halda mér það, ég að gera þetta fyrir mig. Ég bara, ég meina að, þú veist, þetta og bara eins og núna þegar ég fer hérðan, þá ég að fara beint í, nú vantum við perlur, af því ég með bara, í haustnum sé ég það að gera núna. Og það svolítið þannig sem þetta gerist. Ég að fara að sofa bara, shit, heyrðu, ég sný á rönguna, fyrir þetta, fyrir svona, og þetta perlu. Og núna verð ég bara að fara og finna þessa perlu og gera þetta. Þannig að, og ég velti því oft fyrir mér áður, og hugsa, hvernig hannar fólk svona flíkur? Það bara eitthvað blátt og ferkanta, eða þú veist, hvað gerir þau? Að hjá mér þetta bara algjörlega þannig, þú veist, yfirleitt þetta á koddanum, ég bara fæ eitthvað svona eins og mýþrílsögt með hérna. Það var bara svona, ef ég geri, þú veist, fæ ég svona þráhyggju. Og þessi það sést nú kannski ekki mjög vel, hérna svona tuck stitch sem þetta hérna eru mjög nákvæmir rættingar. Þetta sama tækni. Og hérna, hér verið sérst að geyma, slá upp á og prjóna síðan bandið. Og það sem ég var að hugsa sérst á koddanum var, getur maður gert peysu sem verður síðarað aftan, alltaf svo mótum mér. Verður hún síðarað aftan, bara með því að hafa þetta munstur. Af því það kippur upp. Og ég var að hugsa svolítið og manst hérna bómullar hvítu léreft hérna gamla aðferðin við að sauma svona tíkla, sko. Og rykkja svona, nei, þetta svona hér á svona kótum eða smokking. Já, eitthvað þannig, og ég fekk einhvern veginn þess að getur maður, þú veist, að því það hérna allir með þessi síðarað aftan, en þá prjónar bara meira. Og svo stundum eftir að gera short rows til að, eða stuttarauðferði til að fá sýttinni. En ég sagði, ef ég bara kippi svona, hvað gerist þá? Og þá var ég bara að prófa það. Svo eins og þessi, að þá prjónaði maður... Já, prjón frá réttunni. Þú veist, þá var hérna slétt. Og það sést voðalega lítið, sko, hérna... Mismikið, sko, eftir hvað lit og eftir með. Sérst ekki neitt ef ég hef gert hann í DK þykkt, sko. Þá þetta bara svona bungur hérna með frá en rosa munstur frá röngunni, sko. Svo setur maður á rönguna og þá kemur dýrðin í ljós. Já, þetta mest selda og mest prjónaði peysan mín. Og hennar nafn kemur úr Hringadróttins sögu. Brynjan hans Fróða sem hann hérna fekk frá álfunum úr fíngerða, sko, hérna þrælsterka þræðinum. Og það hlýjar þér í kulda en kalt viðkomið. Og hérna því slétt en rosa sterkt. Og þannig náttúrulega móhair, sko, og silkið sérstaklega að hérna, þetta slitna bara ekki neitt. Það er mjög gaman að gera þessa. Já, og þetta svona eina af þeim sem fólk gerir fleiri. Fleiri eintök og gefur og svona. Þá ég búin að koma mínum peysum sem að ég prjónaði. Þá það nú komið. En hérna, eigum við ekki að bara enda á einum væng? Jú. Hvernig væri það? Að því ég var að segja, sko, fyririldin ennþá þarna. Já. Þau ekki farið neitt. Nei. Að hérna... Nú ertu að prjóna einhverja dásemd. Þetta í fæðingu. Já. Svo eftir réttan. Núna ég ekki að setja sérst munstur, nei, þetta rangan. Munstur af væng á, þetta bara vængur. Og þetta drekaflug og það eru náttúrulega kannski svona litli vængirnir. Og ég fann sérst mynd þar sem búið að taka svona makrómynd af væng og það í þessum litum náttúrulega eins og venjulega, þá byrjaði ég að leita að litunum og byggingarlægið á vængnum hjá þeim einhvern veginn þannig að þetta eru svona rákir og svo koma svona og hver og einn svona rák brotin upp í glugga, sko. En það eru þessi tónar í og hér ég eiginlega bara að, sko, þetta eins og ég að mála svolítið og ég var að skrifa þessa bara jafnóðum sem ég geri allt og sjaldan og það bara algjör nauðsyn vegna þess að þetta beinlínis bara, þú veist, prjónaðu 20 lykkju snúðu við, prjóna næst 21 snúðu við, síðan 19, síðan 14, dan. Og svo bara, þú veist, þessi litur 28 snúa, þannig þetta allt stuttarumferðir og svo koma svona útaukningar
hérna í sumum Já, rökkurum. einmitt. Þannig sko þetta Til er þess að ekki fá náðu þetta langur svona- frjótt til að sína sko Nei. hvernig það kemur svona sveigja í það. Og hér er svona vinnuplanið er að setja bara annarkort bara hnýta eða setja litla perlu og leyfa bara og kannski jafnvel Já, bæta bara við Já. kögri. Já, einmitt. En þá er svona uppfittin er bara hér og það er bara svona smám saman prjóna ég inn á hana. Já, þannig að þú fytir upp þetta og svo ertu bara, svo Það prjónar prjónast þetta alltaf eiginlega bara svona svolítið á þörfveginn sko. Og þá fer þetta lengra inn á uppbyttið. Já. Og Svo svo hérna er þess að, léttir á því að koma á og til rosa langar umferðir. já, Svo léttir alltaf þegar koma svona stuttir kablar hérna, þá verður svolítið gaman inn á milli. Svo hér var alltaf bara mjög stuttur kabli. já. Er ekki gaman að prjóna þetta? Þetta er bara, jú, Já. svona sudoku, krosskátu dæmið að bara, þú veist, ég er bara að horfa á myndina bara, já, þetta var aðeins lengra hingað, Já, stýttina þarna og hérna, og uppskriftin verður bara, þetta verður bara eins og mors eða eitthvað, fram og tilbaka. Já. Þannig þessi, og ég get alveg séð fyrir mér að hún verði mjög falleg í sko, fyrir fólk sem vill ekki móhair og þá dettur mér í hug bara svona leys eitthvað, þú veist, eins og einband eða þannig grófleiki. Fingurinn gæti alveg gengið líka og svo, og hafa einhvern svona annarkort lit eða glit sko, Já, einmitt. inn á milli. Og þá er þetta sem sagt, þegar upp er staðið þá erum við með, nú hrættum að mista. Já. En þá verður sem sagt, sjali fellur Þetta svona. er fallegt. Já. Þetta er æði. En þessi er svona alveg að koma Mm. inn til lendingar, Já. þessi vængur. Já. Og verður bara, hann er í rauninni bara svona stykki sko. Þannig það, eins og segi, skordýraríkið, hérna, Já. Það gefur vel. það kemur við. Þetta er framtíða fæðan okkar líka, eða Já, ekki? jú. Framtíðin í skordýrum. En þú hefur ekkert verið mikið að gera sjálfauðskriftir. Nei, Nei. það er eiginlega svona, sko ég nota svo lítið sjöl. Já. Einhvers staðar las ég það nú að maður ætti, ef maður ætlar að hanna, að þá ætti maður að byrja á því að gera það sem maður sjálfur elskar og notar. Já. Að þú veist, ef maður er ekki vettlingatýpan, þá á maður ekki verið að gera vettlinga. Og ég, sko, ég er svo axlalítil Já. að ég er bara svona, þú veist, þetta fer út um allt og ég er svo mikið brussa, sko, þegar ég er að fara eitthvað svona, þetta er alltaf, ég beigir mig fram og þá dettur allt og þannig, sko, ég kann ekki við það. Og það eiginlega er, sko, ígulkerið Já. er sjal, hérna, er svona í raun, sko, axlastykki og svo er þetta eiginlega bara svona aukadæmi, Já. þú veist, þetta verður að fá að sitja bara á öxlunum Já, á mér, sko, þannig að hérna, og hér, Já. jú, ég ætla Ég að segja frá ætlaði þessu. Já, ég ætlaði þetta, hérna, það var næsta sem ég ætlaði að tala um. Já, já, Ermanna sem verður í. ermarnar, sko, þetta situr fast. Já. Ég nefnilega, sko, eins og ég var að segja, þá er ég ekki mikið svona trendtýpa og Nei. eins og sé, ég er sjálfur með verst með það, ef eitthvað er í tísku þá vil ég ekki gera það. En hérna, sko, þetta er, það er búið að vera náttúrulega mikil ermadella og mikil svona heklað netaermar. Já, búið að vera Svolítið mikið, já. En fyrir svona, hvað, 20 árum eða eitthvað svoleiðis, þá fékk ég einhverja flugu í hausinn, skordýr, að hérna, að gera svona ermi sem að, þar sem að, sem sagt, það er ekkert nema ermi í raun. Nei. Og þá prjónaði hann nú bara héðan og yfir, sko. Já. Og þá fyrst í hring og svo bara opnaði ég og lokaði aftur og hélt áfram Já, hérna. já. Og þá var ég með eitthvað móhair sko úr, sem var svolítið þykkt. Svona eitthvað sem var ekki mikið í dag. Og gerði bara svona einfalt gatamönstur hérna fremst og ég held ég hafi þá verið með líka glitþráð fremst á og þá var hún alveg síð, sko, hún náði alveg hingað. Já, það var svona fyrsta ermi sem varst að... Já. Og núna í þessu tilfelli þá fékk ég bara gefins dýrðarinnar hérna gagn frá, sem er ættað frá Perú og er svona, þetta er súri alpakka eða svona bröst eitthvað, og svona, þetta er algjört, sko, ég fór í þetta heima áðan, ég komst ekki út, ég var að fara úr þessu, þetta var svona heitt.
þessi pínlitla ermi, sko. Já, einmitt. Og en ég hugsaði þegar ég var að hugsa hvað ég gera við þetta, sko. Að því mér fannst þetta ekki vera, það voru 2 hespur, sko, en þetta samt ekki nóg í eitthvað. Nei, mér langaði ekki að setja þetta bara með einhverju rönd einhvers staðar, en ég segi, nú reyði ég upp ermina. Þetta svona, ef þið vantar helgarverkefni, eða til að prjóna líka við í bílnum, sko. Að ég gerði aðra þeirra í flugvél og leiðin út. Og í þetta skipti þá gerði ég það að ég fór svo blind í sjóinn með sko magnið, það var engin merking á hespunni, ég var bara með þetta og ég segi, ég prjóna bara og svo byrjaði ég hinni hérna. Svo sé ég bara hvert þið þeirra bæti inn í eða eitthvað. Og svo líkjaði ég hana bara saman í miðjunni. Þannig að það varð svona og hún er bara smellpassa. Stendur fyrir sínu. Algjörlega. Og sko þegar hún var lengri, þá náttúrulega var hún bara líka sko tryggð. Þannig að ef maður er í þröngri kápu að þú veist, getur sett á hálsinn. Sett á hálsinn og svo þú farið úr kápuna þá. Já, og þá ertu með ermina þeirra. Já, og ég man eftir að ein var notuð við brúðarkjól. Svona, ermi. Ég skrifaði þessa nú, hún er ekki nema 1 blaðsíða. Bara flytja upp þetta svona hinsegin eitthvað. Hún er komin út og það heitir Island Sleeve af því ég var sko á eyju. Sleeve Island er þetta sem fólk hatar þegar komið á ermaeyjuna ég kom hana Sleeve Island þegar ég prjóna ermar þannig hún er orðaleikur, þetta er Island Sleeve sko. Það er ekkert nema ermi sko. Og kannski það er bara góð eyja til að vera á. Algjörlega. Það er alltaf spennandi að sjá sko hvað þú kemur svo með næst. Já, ég hef enga hugmynd um það sko. Nei, ég segi það, þú veist bara. Þetta er ennþá þarna eitthvað og svo hugsa ég oft sko þegar ég veit það alveg að sko þetta er dálítið einhverju tengt að fá svona dellu og mörg okkar fáum dellu sko svona búin. Já, akkurat. Og þá bara eitthvað bara sem þegar þú veist, Forrest Gump fór út að hlaupa og svo einn daginn hann sagði, nú er ég hættur, ég er farin heim. Að ég hugsa stundum sko, verður það þannig einn daginn að ég segi bara, þetta er orðið gott. Já, nú er ég hætt að búa til úrskriftir. En það hefur ekki gerst ennþá. Nei, sem betur fer. Já, og og ég svona, eins og segi, þó svo að sko, já, þetta er stundum einmannalegt sko að maður er einhvern veginn að gera eitthvað og sumt einhvern veginn er gripið og annað ekki og svona ég segi nei, en ég ætla samt að vera bara þar að þetta er bara að hafa þetta gaman, ég ætla bara að gera þetta fyrir mig og einhver annar nýtur þess þá er það bara bónus. Ég get ekki farið þá leið að hugsa sko ég þarf að hanna neta ermi. Nei, já, og líka sko það að já, það er bara að vera skemmtilegt, þetta er ekki, þú veist, vinnan þín. Nei, það er svolítið hægt. Ég fann það svolítið núna í sumarfríinu að ég fer út með þetta hérna með mér og ég segi, nú ætla ég bara að njóta mín. Og ég var alveg pínu komin í vinnuna. Leið að því, eins og með vænginn, ég var að prjóna hann sko bara á sólbekknum og svo er ég að skrifa og ég segi, og ég ætlaði að taka með mér eitthvað svona algjört flipp og gera bara eitthvað svona sem að, og ég gerði það og ég ætlaði eitthvað topp og eitthvað. En ég finn það alveg, ég þarf pínu að núna er þetta orðið svolítið vinna og þá er það kannski pínu kvöð þannig að maður þarf aðeins að, þú veist, þetta er pínu balans að ef maður gerir tómstundagaman sitt að einhverju ef það er kapitaliserað of sko, þá þarf maður að þá er það orðið að einhverju sem svona hangir yfir manni sko. En nei, ég ætla bara, eins og segja, það er svolítið eins og þessi appelsínugula sem er bara búin að vera þarna, þú veist, uppskriftin er til, þú veist, hún er bara ekki á blaði og bara þannig er það bara. Kannski kemur svo dagur. Algjörlega sko. En svona þegar ég tel að þetta hafa verið svona 10 uppskriftir á ári. Já, það. Sem ég gef út sko. Sem þú gefur út. Já. Og svo þess fyrir utan. Já. Og allt er inn á rafilri, er ekki bara helst að fara þangað til þess að finna uppskriftirnar? Jú, svo gkdóttirnits.com, ég gerði heimasíðu. gkdóttirnits.com? Já. Ég gerði heimasíðu sko því það er alveg ákveðin hópur sem vill ekki PayPal og treystir sig ekki í, þú veist, og er ekki inn á rafilri þó við séum sko per capita, náttúrulega Íslendingar eru bara mestu notendur rafilri í heiminum held ég. Að þá er alltaf, og maður sko, þú veist,
það er bara gott líka að hérna, og ég til dæmis sko Dagný hérna Gollan, að hún fór fyrst bara inn á síðuna mína að því hún var bara á íslensku. Því ef maður gerir það að setja uppskrift á íslensku inn á Ravelry, þá kemur þetta ekki á ensku. Og ég sagði bara, ég nenni ekki þeirri pressu, þannig að þá hefur maður svona stað þar sem maður getur sett íslensku hlutina bara og leyft þeim að vera. Á þess að þurfa sko að hérna takast á við eitthvað áriti samband við það. Þannig þetta er tvennt til og svo það náttúrulega, ég með stilt þannig að það er hægt að kaupa uppskriftirnar gegnum gatbúð. Þannig ef fólk er ekki sjálft inn á Ravelry þá getur það fengið aðstoð við það í búðinni að þá getur seljandinn prentað út og og sendt tölvupóst. Þannig að þá færð hana þá leiðina. Þá fær búðin smá prósentu við þessu en það er samt bara nýtt. Algjörlega. Þannig að þú ert búin að gera þetta þannig að allir ætti að geta nálgast þetta. Já, og það er svolítið skemmtilegt talandi það að ég fór í heimsókn norður til þeirra í Garn í gangi fyrir 2 ár síðan. Og það var alveg, að því ég var nú mikið búin að vera eins og hjá Eddu sko og með alls konar og það voru svona flíkur sem voru ósýnilegar þar. Enginn í Hafnarfirði eða nærsveitum sá þessa peysu sko. Svo kom ég norður og það var bara, það er smekksmunur á milli sko landshluta. Og það er svo gaman að sjá sko búðarsölurnar, þegar það koma tölur yfir það, þessi peysa seldist í þessari búð, að hérna, að þú svona, það er svona norðlenska deildin, hún að vinna þessu öðruvísi. Fyndið. Gæti tengst sko, það gæti tengst sko efnisvalinu í búðinni, hvað hentar, hvort það er bara garnið sem þú ert að selja hentar og svo vilja það, samt ef það ekki þannig sko, ekki með þetta. Dynjandi hérna fosspeysan mín, hún bara rauk út þar, sem hún hafði ekkert gert hérna, ég mútti þess að hætta að taka hana bara út sko. Þannig að hérna, það var svolítið skemmtilegt, þannig að maður hérna, þetta er ákveðin heimur sko. Og svo fyrirldapeysan í Chile, nú er bara að gera góða hluti. En heyrðu, Guðlaug, þú heldur áfram að hanna. Já, ég get vist ekki annað. Nei, það er alltaf gaman að sjá, hvað kemur nýtt frá þér. Og þessar 3 sem ég er búin að prjóna hérna 3 ára eftir því og svo er ég búin að vera að sjá hérna, mér langar í svona, mér langar í svona. Hvað gera það sjá? En hérna, Og ég reyna að hafa þetta sko, að því eins og ég segi að ég er að gera þetta fyrir mig og ég nenni ekki einhverju leiðilegu sko. Og ég hef ákveðna kröfur. Að til dæmis þessi það er mjög gaman, það er alltaf eitt leiðilegt hér sko, það er alltaf eitthvað nýtt að gerast og hérna og bara eins og með ígulkerið, það er búið að vera í samprjóni núna í sumar. Að það er alltaf einu og eins sem segir, ég bara hef aldrei prófað þetta. Það er fitið upp með 2 böndum, 2 litum, það er hérna... það er svo oft svona fítur sem lettnesk keðja, sem maður hefur ekki prófað. Maður hefur ekki gert, sko, ég hef ekki fælt á með þessari affyllingu, ég hafði ekki prófað að gera ækord, ég hef ekki prófað þetta og hitt. Þannig að það er líka mjög skemmtilegt og ég held sko að þetta er ekki eitthvað svona fáránlega eitthvað sem enginn getur gert sko. Ég held að yfirleitt svona ef þú kannt sko sléttbrauðið og getur svona slegið upp á prjónin sko, þá ertu góð. Og hérna, þannig að þetta er, ég á stundum erfitt með að skilja að einhver leggir sér niður við að prjóna bara risastóra peysu bara slétt. Og ég bara svona, en af hverju? En þetta, fólk er ólíkt. Já, algjörlega. Og stundum er þetta bara líka, það að geta prjónað. Það vera bara, bílaþátturinn sem maður þarf að eiga og þarf maður að vera með nokkuð verkefni í gangi, eitthvað vil ég hafa, eitthvað sem örvar hugan sko, og svo þarf ég að geta setið einhver staðar og tala um fólk og prjóna með eitthvað sko, bara sem er ekki neitt sko. Og bara sem betur fyrir höfum við mismunandi smekk. Algjörlega. Það bara væri ekki gaman ef allir hefði sama smekk. Nei, og á endanum þá, stundum er maður bara komin inn á, sko, maður er komin bara inn á ókunnugt svæði og maður á bara svolítið að halda sig það sem maður er á heima. Algjörlega.
og bara, þú veist, þú ert með þetta og þá eiginlega, þú veist, veit mér, já, þegar ég fer inn á þína síðu þá veit ég að þar eru svona peysur eða, þú veist, prjónaskapur sem að, já, sem er svona, eitthvað svona fútt, sko. Já, mikið að gerast og eitthvað svona, sko. Já. En heyrðu, ég ætla bara að þakka að kærlega fyrir komuna. Það var bara rosa gaman að... Já, mér leiðist aldrei að tala um það. Nei, ekki mér hættur. Og gaman að segja, ég var ekki búin að bara átta mig á að þú væri búin að gera svona margar uppskriftir. Nei. Ég verði stundum pínu bara svona, úps, þegar ég sé þetta, sko. Já. Af því síðan eru, sko... Já, fleiri sem, sem hafa það væri rosa gott að geta sagt, heyrðu bara, hérna, nú er ég búin að gera þetta, nú er ég að skrifa þetta. Já, akkurát. Gerðu þetta. Skrifa þetta. Já, skrifa þetta. Þetta er tilbúið. Skelltu sér í pröfupróf og nú ætla ég að fara að hanna eitthvað nýtt. Ég er náttúrulega bara heil verksmiða, maður er bara alveg frá fyrsta, það vantar bara að spinna garnið, sko. Já, akkurát. Yes. En allavega, takk fyrir mig.